koma þá bara, segi bara til Ingi minn, ég býð eftir tilinu. Augnablik sá það ekki. Verið hjartanlega velkomin, syngjum saman í Hannesarholti. Ég ótrúlega stolt og glöð að hafa ykkur hérna. Við höfum verið með syngjum saman frá vorinu 2013 í Hannesarholti. Og nú bara þetta farið að breiðast út allt og fólk að syngja saman kvöldsmorgn og miðandag út allar jarðir eins og hefur náttúrulega alltaf gert. En bara, það aldrei gert of mikið af þessu. Og hér í dag eru með okkur Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir og Gróa Hreinsdóttir og félagar úr Gaflarakórnum í Hafnarfirði. Og þetta hefur staðið til lengi að fá ykkur hingað. Móðir mín Marinella, hún var í þessum kór, hún var reyndar í 2 kórum. Eftir skemmtilegt ferðalag til Vesturheims 2003, þá narraði hún Ragga Sigurðardóttir, kórfélagi ykkar, hana í kórinn til ykkar. Þá var hún komin í 2 kóra, bæði hjá okkur Pálma og ykkur. Og naut söngsins þangað til yfirlaug. Og við vitum það hvað þetta hollt og gott. Og söngstundin streymt og þið getið notið henni og ættingjar ykkar og vinir geta notið hennar bara í símanum hvar sem þið eruð. Morgun hinn og hvenær sem Og hér erum við bara að rækta G-vítamínið og samveruna og rækta sálinni í okkur. Og þið bara sjáum að kynna ykkur, Kristjana mín. Takk innilega fyrir að vera með okkur. Takk fyrir. Og svo erum við náttúrulega báðar miklir skátar og á morgun þetta afmælisdagur Baden Powell sem stofnaði skátahreyfinguna. Þannig að ef við læðjast hér inn skátalög þá það bara þannig. Gerið þið svo vel. Takk fyrir. Komið þið sæl og hjartalega velkomin. Eins og Ragnheiður sagði þá heiti ég Kristjana og ég kem hér sem kórstjóri Gaflarakórsins sem ég hef stjórnað síðan 2005. Og með mér hún Gróa Hreinsdóttir. Hún kórstjóri, organisti og margt fleira, en leiðir okkar lágu saman í tónlistarskólanum í Reykjavík 1977 þegar við vorum báðar í tónlistarkennaradeild. Svo höfum við gert ýmislegt síðan þá. Ég held að varstu einhvern tímann tónlistarkennari? Nei, ég var í píanódeildinni, Já, alveg rétt. Ég var heldur ekki tónlistarkennari, fór í tónlistarskólan og var forskólakennari og tónfræðikennari. Og svo kórstjóri og En við ætlum að syngja saman og flytja nokkur lög og þið ætlum að syngja með okkur. Og sum hefur kórinn sungið og önnum finnst mér bara falleg, hugljúf og rómantísk. Og fyrsta lagið heitir Syngjum ljúfa söngva og þið ætlum að taka vel undir. Ég ætla að benda ykkur á strax ef að ykkur fer að fara ykkur langar að standa upp og dansa eða eitthvað. Það bara velkomin og aldrei að vita nema smiti og vel. Gjör þið svo vel. Grátur þú grætur með
syngja þetta með ykkur, þá brann mér í hug hún Marinella. Það var svo gaman að hafa hana í kórnum, lifandi, og þær voru góða vinkonur, hún og tengdamóðir mín. Næsta lag, Káta Víkumær, það á sér langa sögu lagið, alveg til 1856. Þá hét það Darling Nellie Gray. Svo tók Tóp það upp á arma sína og þá hét það Flikka frá Perú. Og svo ábyggli hefur Jón heyrt það þá og gerir Káta Víkumær textan. Hann Jón frá Ljárskógum syngur það. Og Gróa, hún kom þetta í kórinn til okkar þegar hún leysti mig af hérna fyrir 2 árum síðan. Söng kórinn þetta lag. Og brosir. Ég vil stilla mína strengi, ég vil syngja lítið ljóð, það ljúfa dreng sem út í bláinn flóð. Ég vil syngja mína sönga unnið fagra unga fljóð, sem að forðum ég unnið meir en nóg. Og þú kærasta mín kær, litla Káta Víkumær, finna kossa ég minnist enn í dag. Þér til dýrðar vil ég stilla mína strengi þetta kvöld, þú ert stúlkan sem átt mig kvæða lag. Og ég man það líkar daga og þau dans og léru kvöld, og þær draumanætur við þín leika barn. Og ég man það glöggu fegur þegar vorið hafði börn, og þú varðir með hvítum hljómar var. Hún engin öðru lík, þessi æsku rómantík, þegar unga hjartans lag svo vilt og fljótt. Þá Guð og veitna meðlag og vera saman einn, út í norðljósi heitri júnínótt. Hverjum vorið fylgir sumar, hverju sumri fylgir haust, og í samanum ég við finni ást. Það var naumast hægt að segja að hún endi þetta lust, nú róseint slíkan hluta fást. Því að kærasta mín kær, þessi Káta Víkumær, nú komin upp í stórútgerðar mast. Ég ráðin fyrir skalli, bjúgan skildi gamla kvöld, til að skemmta í brúðkaupinu allt. Nú næsta lag, Draumur fangans, það eftir 12. september, en það þetta Freymóður Jóhannesson. Og þetta lag kom út á plötu 1957 með Erlu Þorsteins. Svo þetta jafngamall, ég fædd 57. Svo það var ýmsar tengingar sem ég fann við lögin þegar ég fór að skoða. Hvenær þau eru búin til og hvenær eru höfundar fæddir og svona ýmislegt. Hvar voru þeir fæddir? Er þið betra að syngja ekki söguna? Ég bara, barast að ég get alveg lagt á frá mér og það heyrist í ykkur. Við bara byrjum prófa. Já. Ég
bara á Hörpunni Róma, en það formúlið að laginu sem þarna komdu út kvöldi kallar. Komdu út kvöldi kallar, komdu út degi hallar, sæl og sólrauð sólbjartan dag. Ágústnóttin okkar bíður, áfram tíminn líður, heyrið lóan syngur, sig ljúfast að lag. Og svo segjum við okkur á hlustum í kvöld, í hjartæga fagra eyja. Og tunglskinið hefur sig glaðrandi völd, meðan tónar við síðustu deyja. Í hillingnum sjáum við sólfagra strönd, þar svífum við tölum með draumfögur land. Tunglskinið hefur sig glaðrandi völd, meðan tónar við síðustu deyja. Manstu þegar fyrst við fundust, í fögrum lundum bundust, líf okkar breyttist að taumlausri þrá. Þegar næturvarpan hljómar, hátt á lofti máninn ljómar, fegurðin gerir völlinn svo blá. Og nóttin heiðrík með litfögur ljós, sem leiftrar himinsins veldi. Þá gef ég þér ást mína, heiður og hrós og hamingju á þessu kvöldi. Við dönsum og syngjum við sveifandi lag, nú sjáum við ofan á komandi dag. Þá óttum við ást mína, heiður og hrós og hamingju á þessu kvöldi. Kristján, notaðu dómina, það betra að hafa þig í reyna. Já, alveg rétt, já. Þá erum við komin í Hlíðarendakot. Þar hef ég tengingu, ekki við Hlíðarendakot, heldur við Fljótshlíðina, af því þar var tengdamóðir mín fædd og þar ég með bústað. Og svo er önnur tenging að Friðrik Bjarnason, hann kom í Hafnarfjörð, hann fæddur á Stokkseyri, kemur í Hafnarfjörð 1908. Og hvað gerir hann þar? Hann kórstjóri, organisti, söngstjóri og allt þetta. Og hann kemur með fyrsta söngvasafnið. Hann var þáttakandi því að koma því út, þetta sem við lærðum í skóla. Og svo að við Gróarum báðar höfum komið á organistafnum og Gróa verið ég. Við höfum bara fengið nýta svona, já, með kennslu. Svo var mamma eftir og við. Já, fyrir þetta, já, svo var, já, það er rétt. Svo þannig kannski hafa við það hvort annari. Tengdamamma og móðir þín. Þannig að við erum alltaf til að það myndi til okkur. En það er þetta hrest og skemmtilegt lag. Fyrir að þig koti gátt, krakkar lékum saman. Þar var löngum legið á, hættar mörgum gaman. Út sléttar runnu þar, eina strittar sögur. Þegar saman sofnast var, sumar kvöldin fögur. Eins við brugðum okkur þá,
Yndislegt lag eftir Valgeir með texta af Jóhannes og Köllum. Þetta er svo gaman að syngja þetta. Það líður svo vel. Þið veitir, þegar við erum búin að syngja þetta þá svona seytla hérna niður eftir bakinu, svona belliðan. Hann er nátt tengdur læginu. 67. Þú ert mjög heit. 67. Nei, þú ert kaldari. 65. Takk. Nei, hann er mjög heit. 64. Það var 62. Og svo var það gefið út á ditt plötu 63. Yndislegt lag og hann Hafsteinn, henni kórninn hann mér, hann sagði að þetta hefði verið valið 100 bestu lögunum, það ekki? Já, það var í hópum. Vinsælustu lögum. Sönglög. Það er ekki líka svo getur að segja eitthvað. Jú, hún er bara mismunandi líka að segja. Já,
eina konan, sem fyrsta konan sem þar var. Og við erum svo heppin að í kórnum er maður sem heitir Björn og hann er sonur Hjördísar. Og færði mér bók sem var gefin út með lögum hennar þegar hún var 100 ára. Og það er þetta lag í Reykjavík. Ég er fædd og uppalin í Reykjavík, ekki svo langt hérna frá, hérna á Laugaveginum. Gekk í skóla, í miðbæjarskóla og svo í kvennaskólan, með eins árs viðkomu í Austurbæjarskóla. Svo þetta var mitt svæði þegar ég var að ganga hérna og hitta skólasystur og svona, það var hérna þetta svæði hér í kring. Og Björn létti raddsetja þetta fyrir kórinn og við ætlum að syngja þetta bara svona venjulega núna. Textan við Reykjavík, hann var einn helsti lag á textahöfundur bara landsins áður fyrr. Nú, næst kemur tenging fyrir okkur hérna tvær, mig og Ragnheiði, af því að Aðalsteinn Sigurðsson, hann var skáti. En hann var líka kennari og hérna... Lagið eitthvað. Kannist þið við lagið? Getur ekki að við skólarljóðum? Já, byggla. Dararam, dararam, darari, 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 dararam. Þið kannist við þetta, ekki? Já, gott. Nú hérna Dagný, vitið þið hvenær Dagný var valið besta sönglagið?
Það var bara árið 1937 á Hótel Borg. Nei, fyrir 39. Þetta í upphafi stríðs. Og ég heyrði sögu fyrir stuttum að það hefði komið skip til Íslands með fullt af hjúkrunarkonum þarna í upphafi stríðs. Og þær voru svo fallegar og sveimuðu bæinn og Tómas semur textann þá sumar komið við sæinn. Já, það er drömmur þessu form. Sigfús farinn að semja þarna og þeir áttu mörg stilltu oft saman sína strengi og þarna, við skulum hugsa að þetta séu allar svona fögru konur sem svifu bæinn. 1939. Davíð tengist við eitthvað, heldur mamma hét Arndís, var alltaf kölluð Dísa og ef að pabbi valdi eitthvað lag þá var það vertu hjá mér Dísa og svo vorið kemur bráðum Dísa, kysstu mig. Svo heiti ég líka Dísa, eða Þórdís, en aldrei kölluð Dísa samt. Svo, lagið, Archibald Joyce, hann á lagið, hvaðan það kemur? Það kemur frá Englandi og þessi Archibald, hann samdi valsa. Fullt af alls konar völsum og svona danslögum og í andalega har. Ekki að það var hermættist rás, heldur sögðu margir frekar eftir svona rannsóknum það væri lehar sem hann væri frekar að leita í. Og mörg af þessu lögum, þau urðu það vinsæl, fólk var frá að raula þau og þá þurfti að setja texta við lögin. Þarna kemur vertu hjá mér Dísa textið.
vestur haf, hún var að kveldi. Vitið þið hver lagbóðinn að þessu lagi er? Fyrir vestan. Höfundur lagsins er Stephen Foster. Kveikir það eitthvað hjá okkur? Við þekkjum fullt af lögum eftir hann. Þetta er Old Black Joe. Og þetta er sko gefið út 1860. Og hann var, má segja þessi faðir hérna amerískrar dægurlagatónlistar, hann Stephen Foster. Friðrik Jónsson, hann var organist eins og við Gía og kórstjóri, hann orður í Suður-Þingeyjarsýslu. Svo það er margir organistar sem eiga lög hérna í þessum sönglögum. Ég veit að syngja besta. Ekki? Já. Rósir þið varst að Flott hjá ykkur í standári. Yeah.
bæði litlu hjónin. Páll er fæddur 1895 og Davíð líka. Páll á Stokkseyri, eins og Friðrik Bjarnason á Stokkseyri, margir sem að búa þar eða í nágrunnu, Valgeir á Eyrarbakka. Spurning hvort þetta hafi verið eitthvað svona áhrif mjólkin, já það lítur að hafa mjólkin, það lítur að hafa verið það. Hvað er þetta? Létt og fínt. Við lítinn og í lítlum bæ er lítil hús. Í leini inn í lágum vegg er lítil hús. Litlar stofur læðast hægt og lítil hjól í lágvaxinn er litla Gunn og litli Jón. Þau eiga lágt og lítil borð og lítinn disk og litla skeið og lítinn hníf og lítinn fisk og lítil kaffi, lítil brauð og lítil grjót því lítil borða litla Gunn og litli Jón. Þau eiga bæði létt og lítið leyndarmál og lífið gaf þeim lítil heil og litla sál. Þau niða átt sitt litla lífið, lítil bæ og lágan himinn, litla jörð og lygnan sæ. Þau höfðu lengi litla vonum, lítil börn sem léku sér með lítil skipi, litla tjörn. En loksins sveik sú litla von þau litlu flón og lítið elskar litla Gunna, litla Jón. Þetta er líka eitt yndislegt lag. Og þarna erum við komin höfundarnir á Stöðvarfjörð, á Þórólfur. Þórólfur og Fáskursfjörði. Já, og Óðinn á Fáskursfjörð. Svo þeir hafa örugglega svolítið á milli þeirra, þeir eru 3 ára á milli þeirra. Þórólfur fæddur 35 og Óðinn 32. Og Þórólfur var skólastjóri á Fáskursfjörði. Hann var líka skólastjóri líka á Eiðum. Mm. Hann var líka skólastjóri á Eiðum. Á Eiðum, já. Já. Svo og Stöðvarfjörður, afi minn er það. Vítast fæddur alveg einnig kynslóð á undan, sem 1897. Svo tengingar þeir alltaf einhverjar. Svo fegur landsins fjalla. Þetta við kórinn sungið nokkru sinnum. Fegur landsins fjalla, fossinn hendar gjá, hrífur huginn alla, heilla sínum slá. Áður saman
Hann er fæddur 1901. Svo að mikið af þessu fólki, eða margt af þessu fólki sem við erum að syngja bæði ljóð og lög, eru þarna aldamótin 1900. Undan, fyrir eða eftir. Yndisleg lög og yndisleg ljóð. En vitið þið, hann er fæddur sko 1892, en vitið þið hvenær hann samdi þetta lag? Við flettið upp ævi ágrifið hans. Hann semur þetta þegar hann er 6 ára gamall, 1898. Og það, svo eftir það, þá þegar líður aðeins á ævina, unglingsárin, þá er sótt fyrir hann að fara í tónlistarnám til Danmerkur, fá styrk til náms, en hann var hafnað. Það vitið þið það. Svo hann fór aldrei til Danmerkur í tónlistarnám og hann hélt að hann sæði það. Betur fyrr. No
Ólafsson. Hann var fæddur 1827 og deyr 1905 og hann var höfuðskáld 19. aldar. Hann fæddur að Kaupastinn í Seyðisfirði, flutti 5 ára að Kolfreysta í Fáskrúðsfirði og sonur séra Ólafs Indriðarssonar sem var svo lengi prestur á Kolfreysta. En þeir hittust aldrei Ingi T. og Páll Ólafsson. En þetta er náttúrulega meitt að mestur snillbæði lagi og textinn bara sem eitthvað svona alþýður lögum. Svo þekkjum við annað ljóð eftir Pál. Hún fer að koma rétt bráðum svo, lóan er komin. En næsta lag, Þú hýri Hafnarfjörður, það hefur tengingu bæði mig. Ég bý í Hafnarfirði. Ég er búin að vera kennari í Hafnarfirði, tónlistarkennari í 45 ár. Var organist í Fríkirkjunni, hann var þar. Ég er búin að vera kórstjóri, barnakór, kirkjukór, blandakór, karlakór núna. Ég sætti þér. Ég bara syngi það bara. Alltaf að tala. Nú hann var líka einn af stofnendum eða frumkvöðl af stofnendu tónlistarskóla Hafnarfjarðar 1950. Fyrst var tónlistarfélag og svo var tónlistarskólinn stofnaður og ég er búin að vera kennari þar í 45 ár. Svo ég fyllt að tengingu við Friðrik, alls konar tengingar. Kennt hann í Lækjarskóla, hann er fættur á Stokkseyri, þar býr sonur minn núna. Ég var að tala það tilvíðanir. Það koma hérna messindi til þér. Ég veit það, en ég er í vandræðum og við vantar netið. Já, meinar, ok. Við bara syngjum þetta, ekki þetta bara S-túr. Ok, svo að... Þetta er eina þjóðsöngur Hafnfirðinga. Þú hýri Hafnarfjörður. Textan, Lulu Pétursdóttir á hann, hún var eiginkona Friðriks. Ok. Þú hýri Hafnarfjörður sem horfir mótið sól og rauð þín sérur ljóstrug hvergi meðra sjó. Þinn fagri fjallar hringur með fönn á efstu brú og ramra borgin gróar á holti gróin dúr. Sér leikur léttir nærin við lágan Tjarnarströnd. Þar mæðist þau á árum og blíðar seglin þrönd. Drína dagsins græður og daprast geistatjöld. Þinn gæti gamli fjörður, hinn góðu áttarrönd. Svo ætlum við að fara í síðustu lögunum aðeins nær nútímanum, örlítið nær. Það er Lindin við Bjarka Arnarsson. Hann var harmóníuleikari, laga- og textahöfundur úr Suður-Þingeyjarsýslu. Svo við erum aðeins að færast svona örlítið nær nútímanum. Hugsa ykkur þessi á dansleik fyrir að dansa við ástin ykkar. Ópum átt á lítið lit, leika frjálsum líf og dag, líða áfram létt sem við.
í tíma, við erum komin bara á þessa öld. Steingrímur Thorsteinsson sem að þýddi ljóðið úr finnsku, þetta er þjóðlag og þjóðvísa, finnsk. Hann var fæddur 1831, það er nærri 200 ár síðan hann fæddist. Og deyr svo 1913. Þetta var heimslega. Hvað segir þið? Þú veist, ég er ekki með. Býtu? Þetta er hann. Nei, Ekki að bóða. Það er bara að syngja það. Þú syngur bara með þetta. ég verður bara að syngja Já, þetta. við bara að syngja það. Í hvað tóntegund? Hvað var með okkur? Hvað tóntegund? Hvað stáð tóð í bæðinu? Var ekki með?